Halleluja. Dýr sé þér. Ekki yndislegt að vita það að Drottinn búinn að sigra allt á krossinum. Og til frelsis frelsaði Kristur okkur. Og það eins og stundum kirkjan gleymi því að til frelsis frelsaði Kristur okkur. Vitið það, þegar við göngum raunverulega með Guði og þegar við leyfum Guði að hafa áhrif á hjart okkar, þá eiga allir menn að sjá það. Við eigum að vera glaðar en annað fólk. Við eigum að vera skemmtilegir en annað fólk, sem algjörlega í tilfelli mínu, ég alveg sjúklega skemmtileg. Við eigum að vera glaðar, við eigum að vera hamingjusamar, við eigum að ganga fram í því frelsi sem að Guð gefur okkur. Leggið ekki aftur á okkur ánauðarók. Halleluja. Heldur stöndum stöðug. Stöðug í hverju í því sem að Jesú gerði fyrir okkur á krossinum. Svo við höfum það alveg á hreinu. Þannig að hann hefur gefið okkur frelsi, hann hefur gefið okkur djörfung. En þetta bara spurningin í, gengur fram í þeirri djörfung sem að Guð hefur gefið þér. Náðin ný á hverjum degi. Má ég heyra amen. Og það sem að við viljum sjá, við viljum sjá kirkju sem er sterk á göngunum með Guði. Af hverju? Út af því að við erum svo sterk í okkur sjálfum? Nei. Út af því að sá sem að býr í mér hefur sigrað heiminn. Það þýðir það að það alveg sama í hvaða kringumstæður lífsins ég rata, ég meira en sigurvegari. Ég nefnilega með Jesú Krist hið innra. Og þannig ég lít öðruvísi á kringumstæðurnar. Það eru hér til þess að lyfta mér herra á göngunum með Guði, til þess að gera það verkum og ég geng nær frelsara mínum. Þannig að við erum ekki fórnarlömb. Það ekki yndislegt? Við erum ekki fórnarlömb. Við erum sigurvegarar. Halleluja. Og ég ekki að gera lítið úr erfiðum kringumstæðum eða reynslum, en málið það að Guð hefur keypt sigurinn fyrir þig. Og við hættum þá að vera fórnarlömb, förum að vera sigurvegarar. Og tökum landi sem að Guð hefur gefið okkur. Því að það okkar til að taka. Má ég heyra amen. Mér langar örlitla stund hér í dag að tala Davíð konung. Því að eins og við vitum að þá margt sem að Davíð konungur hafði og gerði sem hefur ákaflega mikilvæga innsýn í okkar trúagöngu í dag. Og ég ætla að sýna ykkur hvernig það var svona forskriftin eða það sem við köllum í skuggamynd og svo hvað Jesú gerir sem sigurinn. Hann svona að leika eftir það sem að Drottinn vill kenna okkur á göngunum með sér. Og Davíð konungur, og við höfum oft farið inn á þetta, var afar athyglisverður maður. Við þekkjum það að Biblían talar að menn horfa á útlit en Drottinn horfir á hjartað. Halleluja. Sumir eru bara svo lánsamir að vera með hvoru tveggja. Það sem við þurfum að vita að Drottinn horfir ekki á fólk eins og við horfum á fólk. Hann horfir ekki á ytri byrði. Hann ekkert að spá í hver lítur út fyrir að vera konunglegur. Hann horfir á hjart okkar. Og Drottinn, hann elskar hjarta sem auðmjúkt frammi fyrir honum. Og vinir, þegar við komum fram fyrir Drottinn, að þá þurfum að koma fram fyrir hann í auðmýkt. Við vorum að lesa það áðan, að það einmitt í gegnum auðmýktina, það í gegnum með því að leggja niður okkar eigið, sem við allt í einu fáum að sjá vilja hans, hið góða, fagra og fullkomna. Það þegar við erum sem fórn á altari honum og hann fær að breyta einhvern hlutum innan með okkur. En Davíð var þarna rétt bara táningsaldri þegar Sál gerði það sem að illt var í augum Drottins. Þannig að hann Guð talaði við Samúel og sagði, ég hef ákveðið að taka konungdóminn frá Sál og ég ætla að smyrja Davíð til þess að vera konungur í Ísrael. Og við þekkjum söguna. Samúel fer í hús Ísai út af því að Guð benti honum á að konungurinn, framtíðar konungur var í húsi Ísai. Og hann sér alla drengina, sumir hávaxnir og tignalegir, og einn af öðrum þá segir Drottinn nei, 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 nei. Hann neitar öllum drengjunum sem að Ísai hafði í húsi sínu og Samúel var svolítið hissa, hann sagði, eru þetta allir drengirnir þínir? Og þá segir Ísai, nei, það einn sem úti að gæta sauðana.
Hann var minnstur, hann var ómerkilegastur, hann var ekki einu sinni í röðinni þarna á meðal þeirra. Hann var bara auka afurð. Og það nefnilega svo típist í Drottinn. Hann einmitt notar það sem að heimurinn búinn að slá út á borðinu. Hann notar fólk sem hefur verið brotið og meitt, sem hefur jafnvel verið í rugli í lífinu og hann reisir þá við til þess að gera stórkostlega hluti. Því að Drottinn getur gert allt. Halleluja. Og það sem að gerist það að Ísai leið og hann sé Davíð, þá samþykir andinn í Samúel, hann segi, já, þetta framtíðar konungur í Ísrael. Og við erum átt okkur á því að Davíð var þarna bara 13 ára gamall cirka bát og hann þarna smurður til konungs yfir Ísrael, vitandi það að það myndi ekkert gerast alveg strax. Og vinir, það sem ég vil segja hér í dag, að það eru margir með smurningu yfir sér, yfir einhverju sem á eftir að gerast í þínu lífi. Gleymi því aldrei að Guð ekki búinn að, hann stoppar ekki. Hann fullkomnar það verk sem hann hefur hafið innan með okkur. Hann nefnilega frábær og hann veit nákvæmlega hvaða kringumstæður, hvaða aðstæður hann þarf að setja okkur í til þess að mynd hans myndist í okkar lífi. Halleluja. Þannig að þannig Davíð, hann yndislegur, hann sálmaskáld strax á unga aldri. Hann að semja ljóð og texta og syngja frammi fyrir Guði. Nema hvað að óvinurinn eða öllu heldur Drottinn sendi illan anda á Sál og hann tormenta hann. Bara gjörsamlega og þið getið lesað það í ritningunum, ég ekki að fara með fleipur, þannig var það. Nema hvað að Sál leitað eftir einhverjum sem gæti hjálpað honum, sungið fyrir hann sálma, leikið á hljóðfæri og honum var bent á Davíð. Davíð var látinn koma fram fyrir konung og hann var látinn spila og syngja og það sem að gerist í lofgjörð, vinir, að það fara burtur alls konar andar sem að kunna setjast á okkur í lofgjörð. Og Guð vinnur eitthvað stórkostlegt verk í gegnum lofgjörð. Þannig að þegar við komum hérna saman á samkomu og við byrjum að lofa nafn Drottins, að þá gerast hlutir. Það smurning sem flæður. Það ok sem brotið. Það nefnilega svo dásamlegt að vera í lofgjörð, vinir. Þannig að þegar við erum í lofgjörð, og lofgjörð ekki bara hálftími hérna á sunnudögum þegar við syngjum honum lofadýrð. Lofgjörð á að vera í lífum okkar dagsdaglega. Lofgjörð það þegar við vöknum á morgun og við þökkum Jesú fyrir daginn. Lofgjörð það þegar við lendum í gegnum erfiða reynslu og við segjum Drottinn þakka þér fyrir þetta. Ég veit ekki hvað þetta átt að kenna mér en ég treysti þér. Þetta lofgjörð. Lofgjörð bara í rauninni outlook on life. Það hvernig við mætum kringumstæðum lífsins. Halleluja. Þannig að lofgjörð í öllum kringumstæðum. Og þannig Davíð bara 13, 14, kannski 15 ára. Nema hvað það óvinna þjóð í næsta nágrenni sem var alltaf að tormenta Ísraels þjóðina. Og þeir, einn daginn, að þá kemur risavaxinn maður og við höfum að ræða það í afmælinum daginn. Og ég fór að googla hvað Gólíat risinn var í rauninni stór. Hann var 3 metra hár. Við erum að tala drengurinn minni risi, hann bara miklu stærri en Gunnar. Hann var risavaxinn og allur eftir því. Og hann gerði lítið úr þjóð Ísraels. Og við sjáum þetta núna í dag. Það eru utanaðkomandi öfl sem að gera lítið úr Guð okkar. Þeir segja, hann sá sem að segist vera? Og vinir, þegar óvinurinn hér hið ytra fyrir að gera árás á okkur, þá svo mikilvægt að vera eins og Davíð að standa á sannleikanum. Því að sannleikunum stóð með þér þegar hann fór á krossinn. Halleluja. Að standa á sannleikunum. Og bræður Davíðs fóru í stríðið. Þeir fóru þarna því að Gólíat var í svona dal. Og hann var að hæðast af Ísrael og hann sagði, komið, látið eitthvað berjast við mig, eitthvað sem þorir. Og við getum ímyndað okkur, þetta var risastór maður og ógnvekjandi eftir því. Bara sláin sem hann bar á sér var cirka svona 60 kíló af þyngd. Þetta var risavaxin ógn.
Og dag eftir dag að þá hótaði óvinnunum Ísrael. Og enginn hafði manndóm í sér til þess að stíga á fætur og segja hingað og ekki lengra. Þangað til dag einn að pabbi Davíðs sagði honum að fara með mat til bræðra sinna. Davíð tekur mat og fer til bræðra sinna og hann heyrir þegar Góliat að storka Ísraelsmönnum og segir komið sendið ykkur til þess að slást við mig. Og Davíð fullur af heilugum anda. Hann segir bíddu, ætlar enginn að fara? Hefur enginn barist við Góliat? Fær hann bara að tala svona við ykkur? Ég skal fara. Og bræður hans voru nú ekki hrifnir. Litli svarti sauðurinn í fjölskyldunni af Ibagog. Bróðir minn nefnilega litli, hann var alltaf að Ibagog. En það stundu bara mikilvægt þegar við erum í þannig kringumstæðum að Ibagog. Að segja sannleikann þegar aðrir þoraði ekki. Og hvað gerist? Davíð segir hann segir bara strákar, Guð ætlar að gefa okkur sigurinn og hann fer á móti Góliat. Ég ætla að gera langa sögu stutta. Við þekkjum þessa sögu. Hann fer með slöngu og stein. Hann telur upp, hann næri 5 steina sem mynd upp á nafn Jesú. Það svo margt í frásögninu Davíð sem mynd upp á Jesú. Hann nær í 5 steina, tekur upp stein og tekur upp slöngu og hann segir þú kemur gegn mér með öllu því sem að þú kemur en ég kemi gegn þér með drottni hersveitana. Og við vitum hvað hann gerir, hann slengir, hann snýr slöngunni nákvæmlega og kastar slöngunni og hún dettur eða steinninn fer akkurat á milli augnanna. Og hvað gerist? Venjulega þú færð högg, þá ferðu aftur á bak nema Góliat dettur fram á við og hann heggur, haltu fyrir eyrun á stelpunni, höfuðið af Góliat. Það það sem að gerist. Davíð heggur höfuðið af óvinnunum. Sem nú bara freka grós. En þurft að gera til þess að eigna sigur. Og við þekkjum það að Davíð fór sem ungur maður, hann var bara 13-14, reyndar segja kannski flesti fræðimenn, hann hafði verið í kringum 15 ára. Þess vegna var hann ekki í hernum. En hann tekur höfuð Góliats, tekur það upp og fer í smá ferðalag. Þetta skemmtilegt. Það hægt að hugsa þetta alveg. Sofna vel í nótt eftir þessa predikun. En hann fer með höfuð Góliats og hann fer bara í dágóðan hring. Hann fer með höfuð Góliats til Jerúsalem. Stendur fyrir utan Jerúsalem og þar með höfuð Góliats. Og eins og þið kannski vitið, eða kannski ekki, að þegar Jósúa fór með Ísraelsmenn inn í Kanasland, þá tóku þeir landið. Þeir tóku landið sem að Guð hafi gefið þeim til eigna. En á þessum tíma voru þau ekki búin að taka Jerúsalem. Og það nánast eins og Davíð hafi farið þarna í Guðmóð með nýjasta sigurinn sem að Guð hafi gefið honum og sýnt Satani, sáðu, I'm coming for you next. Og vinir, það eitthvað við hvernig Davíð hagaði sér á göngunum með Guði sem að við getum lært af. Og vinir, þegar við erum að fara í bardaga og bardagarnir margir og margvíslegir, þá mjög mikilvægt að við minnumst sigrana sem að Guð hefur þegar gefið okkur. Má ég heyra með? Meiri segja þegar Davíð fór á móti Góliat og hann var að agitera fyrir konungnum af hverju hann ætti að fara á móti Góliat. Þá myndist Davíð sigrana sem að Guð hafi áður gefið honum. Hann sagði, ég hef sigrað ljón og birni. Guð hefur gefið mig sigur yfir þess og hinu. Hann myndist þess sem að Guð hafði gert. Og vinir, þegar við erum að fara að taka ný landsvæði, þegar við erum að fara að sigra ný landsvæði í lífum okkar á Íslandi,
í lífum okkar persónlega eða bara á Íslandi, þá mikilvægt, vinir, að við minnumst þess sem að Guð hefur þegar gert fyrir okkur. Og ég ætla bara að minna ykkur á, allir hér inni hefur Guð snert með einhverjum hætti. Hann hefur mætt okkur með einhverjum hætti. Vinir, við þurfum að minnast þess sem að Guð hefur gert nú þegar fyrir okkur. Og þegar við stöndum frammi fyrir nýjum áskorunum, þá þurfum við að taka höfuð Góliats og segja, I'm coming for you. Óvinur, þú ert komin á uppsagnarfrest. Halleluja. Við þurfum að segja honum upp. Ég og allir erum að leigja íbúðir, þegar fólk stendur sig ekki og að valda skemmtum eitthvað, þá þurfum við að segja upp leigunni. En oft á tíðum, við sem kristið fólk, að þá látum við óvinnin yfir okkur ganga. Og muniði, hann hafði gefið þeim landið. Drottinn var búinn að gefa Ísraelsþjóðinni landið. Og Davíð vissi það, fer í guðmóð, í styrk Guðs, aðeins 15 ára gamall og stendur frammi fyrir Jerúsalem, borginni helgu, sem að Guð hafði þegar gefið þeim, með í guðamóð, í rauninni að festa borgina sér. Og vinir, það leyndardómur í þessu. Það leyndardómur. Vinir, Guð hefur gefið okkur landsvæði sem hann vill að við förum inn í. Hann vill að við stígum fram og tökum landsvæðið. Og stundum byrjar það á því að við þurfum að biðja inn í einhverja hluti. Við þurfum að segja, Drottinn, ég bara treysti þér, þú ætlar að gefa sigur inn í þessi mál. Drottinn, ég treysti þér að það koma góð stjórnvöld sem að muni gera vel fyrir fólkið. Drottinn, ég treysti því að þú mun gefa mig sigur yfir afbrýðisemi. Drottinn, ég treysti þér að þú muni gefa mig réttan maka. Drottinn, ég treysti þér að þú hefur alla hluti í hendi þinni. Og við þurfum að ræða þannig við óvinnin. Ekki leyfa honum að valta yfir okkur, heldur að svara honum með orði Guðs. Með loforðum Guðs. Með krafti Guðs. Halleluja. Og eins og þið vitið, eins og sagan segir, þá var Sál ákaflega afbrýðisamur úti í Davíð. Hann var rosalega afbrýðisamur. Og það endaði með því út af því að Sál reyndi ítrykkað að drepa Davíð, út af því Davíð var vinsæll. Fólkið elskaði Davíð. Og Sál þoldi það ekki. Hann var reiður, hann var bitur. Og það endaði með því að Davíð þurfti að flýja undan Sál í mörg ár. Maðurinn sem var kallaður til þess að ríkja yfir Ísrael þurfti að vera á flótta í örugglega 15 ár. Áður en Guð sett hann inn í konungdóminn. Og stundum það þannig, vinir, að við erum kannski búin að taka eitthvað landsvæði, við höfum beðið Guð eitthvað kraftaverk, við höfum beðið Guð að opna dyr og við sjáum það ekki endilega opnast þá og þegar. En þá vill Guð kenna okkur þolgæði. Guð vill kenna okkur að gefast ekki upp þótt á móti blási. Má ég heyra amen? Þannig að þegar á móti blæs að þá þurfum að treysta því að Guð að vinna í okkur verk. Og ég ætla bara að segja ykkur það, alveg eins og að í þessi 15 ár þá var Guð að búa til karakter innan með Davíð. Til þess að geti valdið þeirri blessun sem hann vildi setja á líf hans. Og margir vilja ekki fara í gegnum dauðans dimma dal. Þeir vilja bara vera upp á hæðinni, en það í dalnum, vinir, sem að verkið vinnst. Það í erfiðleikunum og hvað við veljum í erfiðleikunum sem verkið vinnst innan með okkur. Þannig að hvað þú velur þegar það kemur þrýstingur að líf þitt skiptir öllu máli. Þannig að þegar þrýstingurinn kemur þá ég var að segja, Drottinn, ég veit ekki hvað að gerast en ég treysti þér. Ég lyfti upp nafnið þínu. Drottinn, ég bara lofa þig fyrir allt það sem að þú hefur gert. Og trúiði mér, hann trúfastur og hann trúfastur. Hann mun koma þér á staðinn sem að hann vil hafa þig á. Hann vill bara að þú sýnir þolgæði. Og það að sýna þolgæði hefur með karakter þinn að gera. Að já þitt sé já, að neyið sé nei, að við séum heilbrigð á göngunum með Guði, að við séum með hlutin á hreinu, að við vitum fyrir hvað við stöndum.
Halleluja. Og hvað gerist eftir þessi 15 ár? Sál deyr. Og Davíð tekur við konungdómnum yfir Ísrael. Og vitið hvað það var að fyrsta sem hann gerði? Það fyrsta sem hann gerði var ekki að smíða sér stórt hús eða konungsöll. Það var ekki einu sinni að ná í örkina inn í húsið. Hann fór beint til Jerúsalem. Því hann vissi að Guð hefði gefið honum Jerúsalem. Hann vissi það mörgum árum áður. Að Guð ætlaði að gefa honum borgina Helgu, sem eilíf borg drottins, ef þið hafi lesið Biblíuna. Borgin Helga skiptir öllu máli og Davíð konungur hafði þetta hjartalag að hann leyfði Guð að eiga við hjartað í gegnum erfiðleikana. Hann hélt áfram að lofa Guð að syngja honum söngva. Að lofa hann í öllum kringumstæðum. Og vinir í kringum Davíð á flóttanum voru bara misindismenn og alls konar svona vafasamur líður innan gæsalappa. Því að við erum öll vafasamur líður. Það bara svolítið þannig. Við erum öll vafasamur líður. Hver fullkomin hér í dag? Jóhanna, ég ætla bara að segja ykkur það er ekki rétt. En finnst ykkur þetta ekki magnað? Leið og hann stígur inn í konungdóminn, þá fer hann ekki að byggja sér hús. Hann gerir strax það sem að Guð hafði sett í hjartans mörgum árum fyrr. Þetta nefnilega magnað. Sjáu hvað Guð fullkominn. Og út af því hann valdi Davíð, af hverju valdi hann Davíð? Því hann vissi hjartans. Hann vissi að myndi klára það verk sem hann hafði hafið innra með honum. Hann myndi leyfa honum að nota sig. Og við þurfum að vera persónur sem leyfum Guði að nota okkur. Halleluja. Má ég heyra amen? Þetta gott. Halleluja. Takk Jesús. Og við sjáum í rauninni það sama birtast og nú ætlum ég að fara yfir í Nýja testamentið til þess að sýna ykkur hvernig Guð gerir það sama í gegnum Jesú. Og mig langar til þess að fara hérna í Lúkas 4:18 og þarna Jesú nýbúinn að vera skírður í ánni Jórdan. Andinn leiðir hann inn í eyðimörkina í 40 daga. Getur andinn leitt okkur inn í eyðimörk? Já, það nefnilega málið. Andinn nefnilega leiður okkur inn í eyðimörk til þess að vinna ákveðið verk. Og við vitum það að Jesú var freistað á allan hátt. Freistan kom hans og sagði, það satt? Ég ætla að gefa þér allan heiminn, sagði djöfullinn við Jesú. Og Jesú svaraði alltaf með orði Guðs. Hann var alveg skýr, hann sagði rita þér. Þú veist, hann var búinn að fasta í 40 daga. Og svo þegar hann búinn að fara í gegnum þessa reynslu, 40 daga reynslu, þá fer hann út beint inn í helgidóminn. Og það stendur eins og venja sem að þýðir fyrir okkur í dag að við eigum að sækja safnaðarsamkomur. Jesú gerði það, eins og venjan var. Hann sótti safnaðarsamkomur alltaf. Nema hvað á þessari safnaðarsamkomu þá var hann fullur af heilugum anda. Hann fer nýbúinn að fara í gegnum reynsluna og hann opnar Jesaja þar sem að stendur þetta hér. Og við þekkjum þessi orð. Andi drottins yfir mér því hann hefur smurt mig. Hann hefur sendt mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap. Boða bandingjum lausn og blindum sýn. Láta þjáðarlausa og kunngjöra náðar ár drottins. Vinir, Jesú kom til þess að frelsa okkur úr syndum okkar. Til þess að gefa okkur eilíft líf með honum á himnum þegar þessari jarðnesku tilveru lýkur. En hann kom líka til þess að gefa þér sýn í dag. Hann kom líka til þess að gefa þér lausn í dag. Og það sem svo magnað að þarna hann ekki búinn að fara á krossinn. Hann að lýsa því yfir við óvininn, rétt eins og Davíð gerði með höfuð Góliat. I'm coming for you. Og vinir, við eigum að fylgja í fótspor frelsar okkar. Vinir, hann hefur komið, hann gefur yfirlýsingu að hann kominn til þess að veita okkur náðar ár drottins. Til
til þess að láta bandingja lausa. Og vinir, það bara þannig þegar við löpum í gegnum kringumstæður lífsins. Við förum ekkert ósködduð í gegnum lífið. Það kom upp alls konar kringumstæður. Við erum meidd, við erum jafnvel slegin, við erum jafnvel kramin. En Drottinn vill að þú rísir upp á ný. Hann vill gefa þér styrk til að horfa á morgundaginn með von í hjarta. Vinir, við eigum ekki að láta kringumstæðurnar sigra okkur, þær eiga að breyta okkur. Halleluja. Og vinir, hann kom til að setja bandingjana lausa. Hann kom til að frelsa mannkynið. Og hann kom til að boða náðarár Drottins. Og hvað þýðir náðarár? Í gyðinglegum hefðum á 50 ára fresti þá eru svokölluð náðarár, eða sem sagt þá náðarár, sem þýðir að öllum eru uppgefnar sakir. Ef að þú skuldaðir einhverjum eitthvað, þá þurfti hann að gefa upp sakir þínar. Hann þurfti að leysa þig undan skuldbindingunum. Þetta kallað í nútímamáli afskrift. Ég var nefnilega að vinna í banka, þarna kemur það. Afskrift. Það sem að Drottinn vill gera í lífi okkar, hann vill afskrifa skuldina. Hann vill ekki að við berum skuldina endalaust og við séum labbandum með syndabagga á herðum okkar. Hann vill það ekki. Hann kom til að gefa þig gleði. Hann kom til að gefa þig frelsi. Hann kom til að gefa þig nýjan dag. Hann vildi setja bandingjana lausa. Og athugið, hann lýsir þessu yfir áður en hann fer á krossinn. Hann lýsir yfir sigri áður en hann í rauninni búinn að vinna sigurinn. Sigurinn vannst á krossinum. Það að heyra það sem ég segi? Það opinberun í þessum orðum. Það opinberun í þessum orðum. Og vinir, við þurfum að gera nákvæmlega sama. Ekki horfa á fíknina og segja, ég mun alltaf falla fyrir þessu. Nei! Við þurfum að fara að tala við óvininn eins og Jesú og Davíð gerðu. I'm coming for you. Ég ætla að taka ný landsvæði. Ég ætla ekki að vera í sömu stöði í gær, í dag og ég var í gær. Heyrðu mig. Halleluja. Þetta ekki gott? Þannig að sigurinn þarf að vera játaður fyrirfram. Þannig að þú kemur með gamla kringumstæður og segir, herðu, Drottinn gaf mér sigur yfir þessu og hann mun gefa mér sigur yfir þér. Þannig nálgumst við kringumstæðurnar. Halleluja. Og vinir, Guð hefur gefið okkur sigurinn. Og kirkjan þarf að rísa upp og hún þarf að hætta að vera, eins og ég segi, eitthvað fórnarlamb. Við eigum að vera sigurvegarar. Við eigum að horfa á nýjar áskoranir og hugsa bara, wow, Drottinn búinn að treysta mig fyrir þessu. Þetta verður geggjað. Við eigum að horfa á erfiðleikana bara, frábært, Guð að fara að kenna mér eitthvað nýtt. Við eigum að hafa annað hugarfar en þeir sem eru hérna úti. Má ég heyra amen? Þannig að við ætlum í Smárakirkju að fara að horfa áskorinni bara yippee. Við ætlum bara að fara að gera það. Við ætlum að fara að njóta þess að fá áskorinir. Þegar vindar blása þá ætlum við að fljúga hærra. Halleluja, við ætlum að fljúga hærra. Má ég heyra, ætlum við að fljúga hærra? Við ætlum að fljúga hærra. Það það sem við erum kölluð til þess að gera. Jesú lýsti sig yfir áður en hann fór á krossinn. Alveg með sama hættu og Davíð gerði forðum daga. Hann horfði á Jerúsalem, vissi að Guð var búinn að gefa þeim Jerúsalem og hann var búinn að ásetja það sér í hjarta sína og fara eftir því sem að Guð hafði gert og var búinn að lofa. Og mér langar til að fara í Sálm 77:12. Þetta magnaði sálmur út af því aftur Davíð, sálmarnir og lofgjöra lögin okkar hérna sem við syngjum. Þetta oft byggt bara á sálmum Davíðs út af því hann var lofgjörðar, hann var bara lofgjörðleiðtogi. Hann var bara eins og Jóhanna. Hann bara alltaf í lofgjörð. Líf hans var lofgjörð. Hann var fljótur að iðrast, hann var ófullkominn maður, svo ekki sér dýbra í árinni tekið, ófullkominn.
En hann lofaði Guð og var fljótur að iðrast. Og við ætlum að lesa hérna saman, ég minnist verka Drottins. Já, ég vil minnast fyrri dáða þinna. Guð helgur í vegu þinn. Hvaða Guð? Já, ég segi þetta ekki. Þetta svo ruglingslegt eins og Alli setur þetta upp fyrir mér hérna. En ég elska Alla minn. Alli, bara þannig að það sé sagt. Ég minnist verka Drottins. Já, ég vil minnast fyrri dáða þinna. Ég vil hugleiða öll þín verk, íhuga stórvirki þín. Vinir, ef við værum með kirkju sem að myndi íhuga stórverki Guðs, í staðin fyrir að lista upp galla maka sinna. Ég nú ekki með langa lista, Alli óbúslega vandaður og góður maður, en ég get ímyndað mér að Alli sem lengri lista yfir mig. En ef við myndum snúa þessu við og fara að þakka Guði fyrir verk hans, að fara að þakka Guði fyrir að eiga frábæra maka, að fara að þakka Guði fyrir það, hvað hann hefur gert. Ég veit ekki hversu oft ég hef notað það þegar drengurinn minn dó í fæðingu. Guð reist hann við. Hversu oft ég hef minnst á það fram fyrir Drottinn. Þú gast gert þetta og ég veit að þú getur unnið sigur á öllu öðru. Ég hef séð Guð vinna stórvirki. Halleluja. Og það það sem að Davíð gerði, sem gerði hann svo opbóðslega magnaðan á göngunni og þess vegna verður hann konungur að eilífu. Guð helgur vegur þinn. Hvaða Guð svo mikil sem vor Guð? Þú Guð sem vinnur máttaverk. Þú birtir máttinn meðal þjóðana. Og mér langar að koma með áskorun hér í dag. Hvernig væri að við færum eftir þessum orðum sálmaskáldsins? Að við myndum minnast verka Guðs í líf okkar. Að við myndum minnast þess sem að Guð hefur gert áður frammi fyrir nýjum áskorunum. Og vinir, ég bara lofa ykkur því að þið notið þessa tækni í öllu sem þið standið frammi fyrir, þá mun Guð gefa ykkur nýja smurningu og nýja sigra. Ég að segja ykkur þetta. Það leyndardómur í þessu. Og vinir, ekki horfa á það sem að aflaga fer. Það fer allt einhvern veginn. Horfum á það góða sem að Guð hefur gert. Í hjónabandinu, í samskiptum við aðra, förum að lyfta upp því sem að Guð hefur verið að gera. En ekki fókusera bara á gallana. Og vinir, ef við gerum þetta, við förum að venja okkur á og horfa á stórverki Guðs, þá munur hlutir fara að gerast í lífum okkar sem þið hefðu ekki trúað að gætu gerst í líf okkar. Halleluja. Vitið það, ég hef séð það. Ég hef séð það. Og eiginlega á öllum sviðum í okkar lífi hvernig Guð hefur blessað okkur. Út að við erum bara að gera það bara einfaldar sem að Guð hefur sagt okkur að gera. Og Guð hefur marg blessað það. Og vinir, Guð bara rétt að byrja. Og blessunin sem að við höfum upplegað, bæði bara andlega, líkamlega, fjárhagslega, börnin okkar, bæði heila hófið hafa verið lífshættulega veik, bæði tvö. Vitið það ekkert núna sem að getur einhvern veginn hrygt í stoðum trúnar minnar. Og ég held ég sé búin að fara bara í gegnum það allt. En málið þetta að lofa Guð í kringum staðunum. Lyft upp nafni Drottins, jafnvel þótt líði ekki þannig. Halleluja. Má ég heyra amen. Þetta góð predikun, ef þið vissu það ekki. Halleluja. En mér langar að benda ykkur á eitt. Jebúsíti, Jerúsalem, var þeir sem að voru í rauninni bjuggu í Jerúsalem á þessum tíma, voru Jebúsítar. Og það sem að Davíð þurfti að gera að fá Jebúsítan til þess að flýja, taka borgina. Og vitið hvað Jebúsítar þýða? Þetta svolítið merkilegt. Jebúsít andleg mynd af anda sem niðurlægi fólk. Andi sem lætur fólk líða minni enn. Og ég veit eiginlega ekki annan anda sem hefur haft eins mikil niðurrifs áhrif í
húsi Guðs eins og þessi andi. Og vinir, ég vil hvetja þig til þess að taka tilbaka þína Jerúsalemborg í hjarta þínu og reka út þennan illa anda sem að reynir að rífa niður, gera lítið úr. Og vinir, við erum oft svo viðkvæm fyrir því hvað fólk segir hérna úti, ertu í Smárakirkju. Mér bara alveg sama hvað fólki finnst hérna úti. Við þurfum að hætta að vera svona upptekin að því hvað fólki finnst. Við þurfum að fara að rísa upp, setja niður fætur okkar og taka ný landsvæði. Því að óvinnin kemur gegn okkur og hann reynir að niðurlægja. Hann reynir að telja þig trúum að þú sért minni en, að þú sért eigir ekki hluta máli. Hvað hefur þú fram að færa í kirkjunu og svo framvegis. Við þurfum að brjóta niður þetta vígi óvinnarins. Má ég heyra amen? Og hvernig gerði Samúela? Davíða. Í síðari Samúelsbók 5:6. Konungurinn hélt nú ásamt mönnum sínum til Jerúsalem til að ráðast gegn Jebúsítum sem bjuggu í héraðinu. Hvað tilkynntu þeir Davíð? Þú kemst ekki hingað inn, jafnvel blindir og lamaðir geta varist þér. Og áttu við, Davíð kemst ekki hingað inn. Svo næsta vers svo frábært. Samt tók Davíð klettavirki Síón sem varð að borg Davíðs. Við þurfum bara að gera nákvæmlega eins og Davíð gerði. Lát ekki þessar úrtöluraddir taka frá okkur loforð Guðs. Og ég ætla að lýsa hér yfir. Við þurfum að hætta að láta úrtöluraddir taka frá okkur loforð Guðs. Halleluja. Og vinir, þegar Jesú fór á krossinn, þá keypti hann þetta allt fyrir okkur. Hann keypti sigurinn. Hann keypti það í gegnum og með blóði sínum, með fórnardauða sínum, þá keypti hann þetta fyrir þig. Gakktu því upp réttur. Vinir, hann opnaði dyrnar alveg inn í hið heilaga. Við erum að koma með djörfung fram fyrir Drottinn. Við erum að koma með upplyft höfuðið fram fyrir Drottinn, vitandi það að hann mun gefa okkur sigurinn. Í Jesú nafni, rísum að fætur.